Í þessum fyrirlestri ætlum við að fjalla SEO. SEO eða leitarvélabestun, Search Engine Optimization, er það þegar við meðhöndlum efnið okkur einhvern veginn sérstaklega til þess að koma frekar fram í leitarmiðstöðum. Þetta getur tengt því bæði að við erum með vef sem við viljum að komi betur fram í leitarmiðstöðum, en líka bara tengt almennir markaðssetningu á því hvað við getum gert fyrir efnið okkar til þess að það sé betur til þess búið að vera að nota það í hinum mörgu þjónustum sem eru til. Leitarvélar hafa flestar mörg hundruð breytur sem hafa áhrif á það hvernig og í hvaða röð efni sem að þær eru búnar að finna er birt fyrir ákveðin leitarorð, og við getum gert ýmsa hluti til þess að reyna að hafa áhrif á það, þó svo að það sé engin ein fullkomin leið til þess að komast í topp 10 fyrir einhver ákveðin leitarorð. Það eru í raun engir galdrar í kringum þetta, heldur það að vera með gott, áhugavert og eftirsóknarvert efni og að nýta sér merkingafræði og skrifa hlutina vel í HTML-inu. Fyrir efni þá viljum við hafa lýsandi titil og skipulagt, læsilegt og einstakt efni. Ef við erum að fjalla einhverja marga hluti, þá viljum við ekki gera það allt á einni og sömu síðunni, heldur viljum við skipta þessu upp, en samt viljum við ekki heldur fara of langt í hina áttina og skipta öllu upp of mikið. Við viljum hafa einstakar og hnitmiðar fyrirsagnir, þar að segja við viljum fjalla það efni sem við erum að fjalla Ef við viljum að eitthvað ákveðið leitarorð eigi við síðan okkar, þá þurfum við í reynd að nota það orð einhvers staðar á síðunni. Við viljum setja allt texta á myndir og ekki hafa neina myndir að texta, því að myndir að texta er ekki hægt að lesa af þeim vélum sem koma á vefun okkar og indexaðar til þess að vera leitanlegar. Þannig að ef að leitarorðið okkar sem við erum að nota kemur aðeins fram í einhverju myndatexta, þá hjálpar það ekki til. Við viljum hafa lýsandi texta á tenglum. Við viljum að tenglandir okkar til dæmis að yfirleitt síður sem að vísa yfir þær síður sem eru með það umfjöllunarefni sem við viljum fá fólk inn á gegnum leitavélar, þá viljum við að tenglandir okkar innihaldi heitið á því efni, þau lykilorð sem við viljum. Við viljum nota meta-element til þess að skilgreina lýsingu á síðunni og fleiri upplýsingar, setja upp öll þau lýsigögn sem við á fyrir vinsæla þjónustur, eins og til dæmis fyrir Facebook og Twitter, en Facebook notar Open Graph sem er staðall gerður af Facebook til þess að skilgreina lýsigögn fyrir síður, til dæmis titil, inngangstexta, mynd sem á að birta þegar síðunni er sérað einhvers staðar og svo framvegis. Við viljum huga að þeim slóðum sem að efnið okkar er aðgengilegt á. Við viljum að það séu fallegar að því leyti að þær innihalda ekki of mikið af einhverjum breytum eða gildum eða einhverju álíka sem að ber enga merkingu fyrir nema í raun kerfið sem birtir efnið eða heldur utan efnið. Við viljum ekki að það séu of langar eða flóknar. Við viljum ekki hafa sama efnið aðgengilegt á mörgum slóðum, til dæmis að hafa það á sér mobile vef og okkar eigin vef, en ef hjá því verður ekki komist, þá getum við notað link element til þess að benda á í raun canonical eða svona aðal efnið með því að nota link með rel sem er relation, canonical og ref attribúti sem bendir þá á þann stað. Þannig að öll afrit af efninu viljum við merkja með svona canonical link. Ef við síðan höfum á einhverjum tímapunkti haft efni aðgengilegt á einhverju slóð, reynum við eins og við getum að halda því aðgengilegu á þeirri slóð áfram, eða ef að það breytist að áfram senda á nýja slóð. Þannig að ef að fólk hefur vistað einhverstaðar hjá sér eða sendt einhverjum eða gert eitthvað til þess að komast einhvern tímann í efnið okkar, þá ætti það að komast áfram í efnið okkar þó að við breytum einhverju.
þegar við viljum síðan koma vefnum okkar sem að setja vefin okkar í loftið, þá getum við gert ýmislegt til að hjálpa til. Við getum til dæmis búið til sitemap XML skjal sem er veftré fyrir leitavélar sem að skilgreinir í raun allar síður vefsins okkar, ásamt því að við getum gefið til kynna hversu ofta það muni breytast og hversu mikilvægar við metum þær. Þetta er aðeins til að hjálpa til. Við erum ekki að segja leitavélum nákvæmlega hvað og hvenær og hvernig þær eiga að haga sér. Við getum líka skilgreind robots.txt skjal sem að segja til hvaða hluti af vefnum okkar er óæskilegt fyrir leitavélar að fara og indexa. Einfallega ef það hefur eitthvað efni sem er óviðeigandi, þar að segja á ekki við fólk og mun ekki hjálpa neinum með því að hafa aðgengilegt til leitarniðurstöðum, eða við einfallega viljum ekki að einhverjir robotar séu að fara þar inn og jafnvel valda því að við tökum og þurfum að eyða meiri tíma, að vélarnar okkar þurfum að eyða meiri tíma og meiri orku í að búa og birta efni sem er óþarfi fyrir þær að sjá. Við viljum útbúa villusíður, til dæmis fyrir 4 villur, þar að segja ef að notandi biður einhverju villu og einhverju síðu, hún er ekki til, að það látum við viðkomandi vita en ekki bara með einhverjum villuskilabúðum úr einhverju kerfi sem er algjörlega hjálpa ekkert til notandanum. Þegar við síðan erum búin að þessu verkefni okkar er komið í loftinn, þá er þetta ekki eins og að gefa út vef, ekki eins og að gefa út bók, af því að við getum alltaf verið að vinna í vefnum okkar áfram og ídraðan. Við getum fylgst með því hversu margir eru að heimsækja vefinn okkar og hvaðan þeir koma og að hverju þeir leita, og með þeim upplýsingum gert breytingar, gert efnið okkar meira hnit með að breytt því að einhverju leiti til þess að þjóna betur einhverjum orðum eða einhverjum hóp sem við gerum ekki ráð fyrir þegar við lögum að staði verkefninu. Við getum fylgst með villum sem kom upp og útiloka þannig einhverjum vandræðasíður, breytt efninu okkar aftur til þess að það sé hnitmiðara og betra fyrir notandann. Og við getum gert tilraunir, til dæmis AB-prófanir á efninu okkar þar sem við erum með einhverjar 2 útgáfur í gangi og birtum af handahófi aðra útgáfuna einum hóp og hina útgáfuna hinum hópnum og mælum síðan hversu margir klára einhver ákveðin verkefni. Fáum þá þannig í raun einhverja tölfræðilega niðurstöðu á það hvort útgáfa A eða útgáfa B sé betri. En í grunninn er þetta líkt og aðgengi bara það að skrifa gott HTML og vanda okkur og hafa í huga öll þessi atriði sem geta hjálpað til.